Það er mjög gaman þegar maður situr svona við arineld að velta því fyrir sér hvað maður getur gert með svona smá brellum. Hérna sjáum þið arineldin minn. Ef við kunnum svolítið fyrir okkur í kvikmyndagerð hvernig ljós virka og eigum kannski eitthvað skemmtileg ljós eins og þetta, þá getum við auðveldlega búið til ansi skemmtileg myndbönd og í raun eru takmörkin engin, við getum alltaf bætt við okkur og haldið áfram. Ég er búinn að fikta við þetta í mörg ár og ég er ennþá að læra. Og það getið þið gert líka. Þetta er bara spurning hvað maður nennir að leggja mikla vinnu í að læra og fikta og gera mistök, því maður lærir náttúrulega mest á því. Hérna er ég að nota bara venjulegan lampa með peru sem að sýnir mér ljóshita upp á 3200 kelvin. Ljóshiti er liturinn á hvítaljósinu og þið sjáuð ég er pínu rauðleitur, þetta er svona hlýleg svona innibyrta. Út í sól er allt annar litur á hvítaljósinu. Enda er sólarljós svona í fullri byrtu 5600 kelvin. En þið sjáuð hérna til hliðar myndband sem að ég tók upp þar sem ég er með annars konar peru í öðrum lampa. Þessi lampi hérna er með skerm. Sjáðu þið. Veit ég hvað ég sjáu þetta vel. Þannig að skermurinn, hann gerir þetta ennþá gullara. En hinn lampinn er ekki með neitt skerm. Þar er með peru sem er 4000 kelvin. Þannig að hann er nær dagsljósinu, þetta sjáu þið, þetta er miklu hvítari birta. En við þurfum að velta því fyrir okkur hvaða lit viljum við hafa. Þegar ég er með einhver fín ljósmyndaljós, eins og þessi hérna, að þá get ég stundum stillt þetta. Ef ég kveiki á þessu ljósi, þá sjáu þið að ég get stillt ljóshitan hérna aftan á. Hann er akkurat núna á 37.000 kelvin sem er svona, sjáu þið. Hérna er 32.000 sem er sama og peran er þarna. En ég get farið í 56.000 sem er sólin. Og það er hægt að fara ofar. Þannig að ég get líkt eftir á hverju byrtu með svona ljósum. En bara með því að hafa lampa, að þá get ég gert ansi mikið líka. Og það sem skiptir höfuðmáli með lampana er að stilla byrtuna af. Ég get sett skerma fyrir til þess að dreifa byrtunni. Þið sjáuð að með hinum lampanum sem er ekki með skermi þá eru skuggarnir mjög harðir á meðan þeir eru mýkri þegar ég er með skermin. Það eru kostur og gallar við þetta allt. Ég get fært lampan nær til þess að fá sterkari byrtu. Svo fremur sem að hann er ekki komin inn í ramma ef ég vil það ekki. Eða fært hann fjær til þess að deyfa byrtuna. Ég þarf ekki alltaf að vera með einhverja stillitaka eins og ég hef á þessum ljósum. Þannig að við reynum svolítið að nýta það sem við höfum. En ég ætla að fara með ykkur í grunnatriði í kvikmyndagerð sem eru hvernig við stillum myndavélina, hvað þessar stillingar gera og hvað við getum gert til þess að kalla fram þetta og hitt. Ég ætla að fara í lýsingu og hljóð og svona ekkert rosalega djúpt. Þetta er meira svona grunnkynning á þessu öllu saman. En grunnkynning, hún opnar manni stundum færi á að kafa dýpra og leita sér að meiri þekkingu. Núna ætla ég að fara svolítið yfir grunnatriðin í kvikmyndagerð. Þar að segja hvernig við stillum myndavélina, hvernig við setjum upp hljóð og lýsingu og ýmislegt annað svona tæknilegt tengt kvikmyndagerð. Það sem ég ætla að fara yfir geta allir nýtt sér, þó að sé alls ekki allir með þau tæki og tól sem ég er með. Enda á ég ekki öll þessi tæki, sumt af þessu fekk ég lánað hjá þeim í Reykjavík Fótó. Þakkum þeim fyrir það. En þetta snýst meir hvað þetta gerir. Get ég notað þá eitthvað annað?
get ég notað náttúrulega lýsingu til dæmis. Það er ýmislegt sem við getum gert til þess að gera myndbönd sem við erum að gera betri. Það er heppilegast að stilla myndavélina á manual, á handvirka stillingu og stýra því sjálf hvað við erum að gera. Áður en við gerum það, þá þurfum við reyndar átt okkur svolítið á því hvað mismunandi stillingar gera. Ljósopið, sem er F-talan, stýrir því hvað kemst mikið ljós inn í einu. Það vil líka áhrif á fókusinn. Við skulum sjá til dæmis hérna stuttmyndband sem sýnir okkur aðeins hvað misstortu ljósop gerir. Ljósop er hversu mikið linsan opnar fyrir ljósi sem kemur inn í myndavélina. Ljósopið er sem sagt í linsunni, ekki í myndavélinni. Eftir því sem að ljósopið er minna, sem þýðir þá hærri F-tala, ljósopið er táknað með F-tölu, og ég er að taka upp núna á F22, þá er ljósopið mjög lítið, en þá er líka mikið í fókus. Fókusinn, myndavélina á sjálfvirkum fókusi, leitar á fókus á mig, en bakgrunnurinn er nokkurn veginn í fókus. En við gætum prófað að setja á stærra ljósop, sem þýðir þá minna í fókus og ég ætla að prófa það. En þá myndast eitt vandamál. Af því að nú er glampandi sól, bjartur dagur. Ég vil ekki breyta stillingunum mikið, þar að segja hraðinn, ég vil hafa hann áfram 1:50 því ég er að taka í 25 römmum á sekundu. Ég komi ISO-ið í 100, ég kemst ekkert neðar. Þannig að þegar ég fer að stækka ljósopið þá kemur inn allt og mikið ljós. Við skulum prófa. Nú sjáu þið mig ekki einu sinni. Þannig það sem ég ætla að gera er að skrúfa filter framan á vélina og þá sjáu þið, þá er þetta nokkurn veginn rétt lýst. Ég gæti, ef þetta verður of dökkt við að setja filterinn á, en filterinn virkar bara eins og sólgleru. Hann heldur úti hluta ljósinu, þannig að það verður ekki eins bjart. Nú er ég á 2,8. Og þá sjáu þið, bakgrunnurinn er ekki eins í fókus eins og hann var. En ef ég labba út úr rammanum, þá verður allt meira eða minna í fókus, einfaldlega vegna þess að þá fókusar hún lengri í burtu og þá stækkar það sem er í fókus. Ef hún fókusar nálagt, þá er það sem er í fókus lítið. Fókusdýptin mjög grunn eins og sagt er, en svona að þá verður allt meira eða minna í fókus. Áður en við byrjum að taka, þá þurfum við að vita hvað við ætlum að taka upp marga ramma á sekundu. Þetta er kallað frame rate á ensku. Ég mæli með því að við tökum upp annað hvort í 25 rammum á sekundu eða 50 rammum. Þetta fer svolítið eftir því svona hvaða look eða svona hvaða áferð við viljum hafa á myndbandin okkar. 25 rammar er svona nálagt því sem er í bara bíómyndum. Þeir eru oftast með 24 rammar reyndar. En 25 þá er svona minni líkur á vesenni varðandi ljós hérna á Íslandi. 50 rammar er svo nær því það sem er í fréttum. Getum líka verið með 30 ramma, það er svona 50 til 30. En þá erum við komið með svona þetta fréttalúk. Það er spurning hvort við viljum hafa. Ég er að taka upp í 25 römmum því að mér finnst það svona skemmtilegra. En þegar við erum búin að velja hvað við ætlum að taka upp marga ramma á sekundu, þá getum við farið að stilla lokunarhraðan. Og við höfum hann eiginlega tvöfalda rammana. Það er að segja, ef ég er með 25 ramma á sekundu, þá stilli ég lokunarhraðan þegar ég er að taka vídeo á 1/50 úr sekundu. Sem sagt, 25 rammar á sekundu sinni 2 eru 50, þá hef ég 1/50. Ef ég ætla að vera með 50 ramma á sekundu, að þá væri ég með 1/100. Það gefur okkur hins vegar svolítið skemmtilega áferð og við getum leikið okkur með þetta helling ef við prófum eitthvað annað. Hérna sjáu þið til dæmis krakka að gera æfingar
þar sem ég tók upp á 1/20 úr sekundu, sem sagt of hægt, og þá fáum við svona matrix look á þetta. Ef okkur langar að hafa þetta svona, þá getum við gert það. Sama ef ég fer mjög hátt, skulum sjá hérna til dæmis bíla að keyra í 1/400 úr sekundu, sem er allt og hratt. Það kemur svona skrítið lúk á það. Þannig að það er heppilegast að vera með 1/2 rammafjöldanum sem við erum að taka í. Þegar ég er búin að velja hvað ég ætla að taka marga ramma á sekundu og þá leið hvaða lokunarhraða ég ætla að nota, hvaða ljósop ég ætla að hafa og þá leið velja hvað verður mikið í fókus, þá þarf ég að sjá hvort að myndin sé rétt lýst og hún er það ekkert endilega. Þá nota ég ljósnæmnina. Ef að myndin er of lýst þá minnka ég ljósnæmnina, en ef hún er dökk þá þarf ég að auka ljósnæmnina. Ég get lent í vandræðum í lítilli birtu með þetta, að þurfa að bæta við ljósum, því að ef ég fer með ljósnæmnina of hátt, þá sjáum þið til dæmis hér hvað gerist. En það er mjög breytilegt eftir myndavélum hvenar þetta fer að gerast. Á eldri myndavélum svona getur þetta farið að gerast bara í ISO 1600 eða ISO 3200, en ljósnæmnin er mæld í þessum ISO einingum. En á nýrri myndavélum getur þetta verið í lagi alveg upp í 4-5 þúsund. Við þurfum að ákveða sjálf hversu mikil svona korn við viljum hafa í myndunum eða myndböndunum okkar. En stundum þá sættum við okkur alveg við að það er svolítil korn til þess að ná myndin eða myndbandinu. Því að stundum er bara ekkert annað að gera. Það er engin ljós nógu öflug til þess að lýsa upp aðstæður. Við viljum bara ná þessu augnabliki og þá sættum við okkur alveg við töluvert af þessum kornum. En ef við komumst hjá því með ljósum eða einhver öðru, að þá reynum við að gera það frekar. Núna ætlum við að byrja að taka upp svona myndband. Ég er núna að nota hljóðnemann í myndavélinni sjálfri. Hann hljómar ekkert sérstaklega vel, þannig að við skulum prófa að sjá hvað gerist ef við fáum okkur örlítið betri hljóðnemann. Nú erum við komin í næsta stig fyrir ofan hljóðnemann í myndavélinni, sem er lítill hljóðnemi ofan á myndavélinni. Ég er búinn að hækka hljóðið svolítið því að hann er ekkert voða nálægt mér, hann er ofan á myndavélinni. Ég ætla að prófa að sækja hann, taka hann til mín og þá þarf ég að lækka hljóðið í myndavélinni til þess að hann verði ekki allt of hávær. Nú er ég komin með hann til mín, þið séu að þetta er pínu lítill hljóðnemi, kostar engin ósköp, en þetta er gríðarleg framför fram yfir hljóðið í myndavélinni. En það er ennþá pínu bergmál hérna, en svona hljóðnemi er ekkert ofboðslega næmur á það. Þegar ég er komin í betri hljóðnema sem ég sýni ykkur á eftir, þá verður það miklu erfiðara. Þannig að stundum er bara kostur að vera ekki með allt of flókna eða dýra eða næma hljóðnema. Stundum er bara fín lausn að vera með litla, einfalda og ódýra hljóðnema. Það fer eftir því hvað við erum að gera. Núna er ég með hljóðnema sem er kallaður lavalier mikrofón. Heyrist ágætlega í honum þegar hann er svona passlega, maður notar svolítið puttana svona til þess að finna hvað hann á að vera. En kosturinn við hann er að hann er ekki að taka mikið upp bakgrunnshljóðin. Ég er ekki búinn að gera neitt hérna til þess að dempa bergmálið. En þeir eru misjafnir, þeir eru ekkert rosalega skýrir alltaf. Geta komið svona skrítin hljóð og ef maður hreyfir fötin þá getur það heyrst í þeim. En
það hafa allir hljóðnemar sína kosti og sína galla. Núna er ég komin með svo kallaðan XLR hljóðnema, svona shotgun mikrofón. Sjá hann hérna. Hann er rosalega stefnuvirkur, þannig leið og ég bein honum frá mér, þá heyrið þið mjög allt öðruvísi í mér. En hann er líka ofboðslega næmur, þannig að hann er miklu næmari á hljóðvistina hérna, sem að, eins og ég benti á áðan, er ekki góð. Eftir því sem ég fór og færði mig upp næmari og næmari hljóðnema, þá þurfti ég að keyra hljóðið í myndavélinni niður til þess að það fari ekki allt of hátt. En nú skulum við kíkja hvort við getum lagað hljóðvistina hérna. Núna er ég búinn að raða hérna í kringum mig teppum og púðum, en þið heyrið ekkert svakalegan mun. Það er af því að ég vísa hljóðnemanum upp í loft. Ég er ekkert búinn að gera við loftið. Ef hins vegar það sem er betra að gera með svona hljóðnema yfirleitt, það er að beina honum svona niður. Og yfirleitt er maður með hann á einhverju bómu hérna. Því að nú beinir hann niður og þar eru teppi og púðar til þess að taka við bergmálinu, en það sést ekkert inn í mynd. Núna er ég búinn að laga hljóðvistina töluvert. Það er rosalega erfitt að fá hana fullkomna svona bara heim í stofu, því að til þess þá þarf maður að setja í svona hljóðeinangrandi plötur eða hljóðdempandi plötur í loftið til þess að minnka bergmálið. En eins og þið sjáu, þá er ég búinn að gera ýmislegt. En þó að hljóðið sé orðið viðunandi, þá er lýsingin það ekki. Og nú ætla ég að sýna ykkur það sem kallað er 3 punkta lýsing, sem er svona það sem er yfirleitt notað þegar er verið að lýsa upp sérstaklega svona eitt andlit, en þetta er líka notað þegar er verið að lýsa upp stærri svið, en þá getum við þurft kannski fleiri en 3 ljós til þess. Núna er ég komin með eitt svona lítið vídeóljós, en ég er ekki með neina dreifing á ljósinu. Þetta er mjög hörð birta, því sjáu það skuggarnir í andlitinu á mér eru mjög skýrir. Með því að fá okkur stærra ljós og setja svona það sem kallað er diffuser, eða það sem við dreifum ljósun til þess að fá mýkri birtu, það gefur okkur miklu skemmtilegri birtu. Við skulum sjá hvernig það lítur út. Núna er ég búinn að kveikja á stóru ljósi og þið sjáu að þetta gefur miklu jafnari birtu, samt eru ennþá nokkuð harðir skuggar. Þannig að við ætlum að bæta við öðru ljósi sem við köllum svona fylliljósi eða fill-light. Aðaljósið eða key-light, sem er kallað á ensku, sem er svona aðaljósið, við höfum það alltaf svona ekki beint fyrir framan okkur, aðeins til hliðar og svolítið fyrir ofan. Og það er það sama með fylliljósið. Ég get notað spjald eða vegg til þess að endurvarpa ljósi, til þess að fylla svolítið upp í þessa skugga hérna. En ég ætla að setja upp annað ljós og við skulum sjá hverju það. Þá er ég búinn að setja upp 2 ljós, lykiljós og svona fylliljós. En þið sjáu hvaða áhrif þetta hefur haft á bakgrunnin hjá mér. Hann er orðið miklu dekkri. Ég get lýst hann upp með einhver eins og ljósi hérna sem sjáu fyrir aftan mig. En ég gæti líka sett bara sér ljós á hann. En það er ekki þetta 3. ljós sem við þurfum í 3 punkta lýsingu, heldur það er svo kallað hárljós. Og það ætla ég að setja hérna beint fyrir ofan. Núna er ég búinn að setja upp þessa 3 punkta lýsingu með 3 ljósum, lykiljós, fylliljós og hárljósi. Ég gæti eins og ég sagði áðan bætt við ljósum fyrir á bakvið mig til að lýsa upp bakgrunnin. En í svona myndbandi þá vill maður svolítið að sá sem er að tala poppi svolítið fram, bakgrunnurinn sé svolítið aukaatriði. Þannig að lýsingin sé jöfn en leið ekki.
Því eins og þið sjáu þá er fylliljósið sem er hérna megin, það er ekki eins skært. Ég vil hafa smá skugga hérna megin en ekki hérna megin. Það er til þess að gefa dýpt. Því að ef að lýsingin er öll bara beint framan á mig þá verður þetta allt svolítið flatt. Í kvikmyndagerð er stundum talað þessar A-klippur og B-klippur. Þetta heitir á ensku A-roll og B-roll. Þetta sjáum við mjög oft, bæði í fréttum, í bíómyndum og bara sjónvarpsþáttum öllum mögulegu. A-klippan er það sem þið eru að horfa á núna, sem er svona aðal myndefnið, heldur svolítið utan sögulínuna, en B-roll er þegar við klippum inn einhver auka myndbönd til þess að sýna annarkvort annað sjónarhorn eða sýna það sem við erum að tala. Ef að ég væri hérna að tala eitthvað fótboltaleik, þá geti ég klippt inn í vídeóið atriði úr fótboltaleiknum og það væri þá B-klippunar. Þannig að það er mismunandi hvernig þetta er gert og B-klippunar þurfa ekki allar að vera af sama stað. Því að þetta tengist í bara hvað er ég að tala. Þá geta komið klippur héðan og þaðan og ég raun engin takmörk á því. Nú ætla ég aðeins að sýna ykkur hvaða áhrif það hefur að fikta aðeins í lokunarhraðanum og ljósopinu og hvernig við notum svo ljósnæmnina til þess að laga það fyrir okkur þegar við þurfum. Laga lýsinguna þar að segja. Hérna er ég búinn að stilla upp dóti og eins og þið sjáu þá er þessi mynd of dökk. Ég gæti, og við skulum gera ráð fyrir að þetta séu hundar að leika sér eða krakkar að leika sér eða eitthvað sem er á hreyfingu, þá vil ég ekki fara með lokunarhraðan sjáði mikið niður fyrir 1/50. Ég mætti alveg hækkan aðeins til þess að reyna dekkja myndina, en ef ég fer upp sjáði þá verður myndin dekkri. Það er ekki það sem ég vantar hérna. Þannig að myndin er of dökk. Þá eru 2 valmöguleikar. Það er að bæta við einhvers konar ljósi og við getum prófað margs konar staðsetningar á ljósinu, eða við getum hækkað ISO-ið, sjáðu þið. Og leið og ég hækka ISO-ið, ljósnæmnina, þá verður myndin betur upp lýst. En núna er ég með vélina stilt á ljósop upp á 4,5. Ekkert rosalega stórt ljósop, við skulum hafa fókusinn á þessum fremsta. Að þá er þessi aftasti alveg úr fókus. En ef ég vildi, segjum sem svo ég var að taka upp eitthvað leik og ég vil að allir sjáist sæmilega vel. Ég vil ekki að einhver sé alveg úr fókus þarna aftast. Þá þarf ég að minnka ljósopið, fara í hærri F-tölu sjáðu þið. En hvað gerist? Jú, þá dökknar myndin. Núna er ég komin í F16, þá þarf ég aftur að fara í ljósopið, komin í 800 sjáðu þið. Og það fer eftir myndavíla gerðum hvað þær eru viðkvæmar fyrir þessu sjáðu. Og nú þegar hún tekur fókusin aftur á hana fremsta, nú er þessi aftasti, hann er ekki fullkomlega kannski í fókus, en hann er mjög nálægt í. Svona þarf maður að fikta sig áfram. Hvað, þegar ég hækka ISO-ið verða myndina pínlítið kornóttar, hvað er mikið af því ásættanlegt? Það verður bara hver og einn að meta, það fer eftir myndavéla gerðum eins og ég hef áður nefnt. Þegar við tökum myndir, þá viljum við gjarnan stýra því hvernig myndirna líti út. Hérna er ég bara að taka mjög einfalt myndbanda kerti og ég er með myndavélina stilt á manual, en ég er með hana stilt á svipaða stillingu og autostillingin myndi velja. Sjáuð hérna smá bút þegar ég stilti myndavélina á auto. En þið sjáuð að kertaloginn sjálfur er eiginlega ógreinilegur. Það er að segja smáatriðin í honum. Hann er alveg hvítur.
Þetta er kallað að vera brennt. Þannig að ég get í manual stillingunni, þá get ég lagað þetta. Sjáðu, því að hér er ISO stillingin allt of há. Bara með því að keyra ISO-ið niður, þá get ég farið í bara nákvæmlega það sem að ég vil. Og það er nefnilega nákvæmlega málið. Þegar við erum að taka upp eitthvað svona, þá er þetta ekki spurningum að það sé til einhver ein fullkomin stilling. Þetta er spurningum hvaða andrúmsloft er ég að reyna að skapa með því að gera það sem ég er að gera. Vil ég hafa þetta pínulítið dökkt? Vil ég hafa þetta vel lýst? Vil ég sjá smáatriðin í bakgrunnum eða ekki? Þegar ég er með myndavélina á manual, eins og sagt á handvirkri stillingu, þá stýri ég þessu sjálfur, hvernig ég vil hafa myndina. Ef ég er með hana á auto, þá er myndavélin að velja og hún getur valið bara hvað sem er. Reyndar er ekkert bannað að nota auto, en þegar við erum að taka úti í fullri dagsbirtu, bara einhverja mynd af einhverju bara sem er að gerast, eða myndband, að þá er engin rosalegur munur á að vera í auto eða í manual. En leið og við erum komin í einhver sérstök birtuskilyrði eða eitthvað það sem við erum að reyna að skapa einhverja stemmingu eða svona hafa einhverja stjórn á hlutunum, þá er mun heppilegra að nota manual. En manual byggir svolítið á því að við vitum örlítið hvað við erum að gera, kunnum hvað hraðinn gerir, hvað ljósupur gerir og hvað ljósnæmnin eða ISO-ið gerir. Þannig að við getum breytt án þess að búa til einhver vandamál eða breyta einhverju sem við viljum ekki breyta. Við þurfum að passa hvað við erum að gera. Þegar við stillum hljóðið, þá þurfum við að horfa á hvað hljóðmælirinn í myndavélinni segir okkur. Og við þurfum að stilla hvað hljóðið er hátt. Þið sjáum að hljóðmælirinn er hérna á vélinni og það er svona grænn punktur hérna. Við viljum ekki að hæðstu hljóðin, og við þurfum svolítið að meta hvað verða hæðstu hljóðin sem koma í upptökun okkar, þau má ekki fara mikið upp fyrir þennan græna punkt. Það er allt í lagi smá, en ef að þetta er allt meira eða minna yfir þessum hæsta punkti, þá fer hljóðið það sem kallað er að klippa. Þá verða hæðstu punktarnir í hljóðinu það háir að þeir skemmast og það er ekki hægt að laga það. Það er engin hugbúnaður eða myndvinnslu eða hljóðvinnslu forrit sem getur lagað það. Við getum minnkað áhrifin af því en við lögum það aldrei. Nú skal ég bara prófa að sýna ykkur. Ég er með græju tengda við hérna sem að stýrir hljóðinu fyrir mig. Það er meðal annars til þess að keyra XLR hljóðnema sem ég er að nota. Það er þetta bláa box hérna. Þið sjáið að ef ég hækka á annarri rásinni, þá hækkar mælirinn hérna niður í sjáði. Nú skulum við bara hækka þetta alveg í drínandi botn. Að þá fer hljóðið að breytast, sjáði. Nú fer þetta alveg upp í botn og þá klippir það pínulítið á öðrum meginu, öðrum hátalaranum. En ég skal sýna ykkur líka hvernig við stillum þetta. Við þurfum að fara inn í valmyndina, inn í menjú, velja hljóð upptöku eða hljóðstillingu. Þetta heitir nú yfirleitt bara sound. Og ég kann þetta nú ekki á öllum vélum, en ég er að nota Canon vélar, þannig að ég kann þetta þar. Og þar vel ég síðan að stilla þetta manuált. Og þá hreyfi ég bara stikuna svona til hægri eða vinstri eftir því hvort ég vil keyra hljóðið niður eða ég vil keyra hljóðið upp. Þetta má heldur ekki vera of lágt. Því að ef ég keyri þetta of lágt niður, nú skal ég keyra aðra rásina alveg niður í ekki neitt, svona, að þá, ef allt hljóðið væri svona, þá þyrfti ég að keyra allt upp og þá magna ég upp öll umhverfishljóð, hljóði í magnaranum og allt saman líka. Það er ekki endilega gott.
Þannig að það skiptir töluvert miklu máli og þetta er eitt af því sem við getum gert til þess að láta hljóðnema fúnkera betur heldur en ekki. En þetta er svona nokkurn veginn þar sem þarf að hafa í huga varðandi hljóð. Þegar að við tökum upp hljóð að þá skiptir gríðarlega miklu máli að hljóðupptakan sé góð frá upphafi. Það er ekki þannig að ef við tökum upp vond hljóð að þá getum við bara lagað það seinna. Vond hljóðupptaka verður alltaf vond. Við getum lagað hana pínulítið til en þegar uppskriftin er upphaflega vond þá er alveg sama hvað við setjum að krydda út í. Það verður alltaf vond þó við getum gert það skárra. Það skiptir máli að hljóði sé gott því að þegar við erum að horfa á myndbönd þá getum við fyrirgefið vondar upptökur, til dæmis bara vonda myndbyggingu eða hreyfð myndbönd eða eitthvað. Þegar hljóðið er vond þá er þolinmæði okkar afskaplega lítil. Við gefumst upp mjög hratt leið og hljóðið er ekki gott. Ég ætla að gefa ykkur 5 ráð sem er gott að hafa í huga við hljóðupptöku. Það er í fyrsta lagi að nota hljóðnema. Alveg sama hvernig hljóðnema þið notið, bara nota hljóðnema. Hljóðnemin í myndavilni sem ég var búin að sýna ykkur er ekki góður. Og þó þið sé að nota síma, það eru yfirleitt skárri hljóðnemar í síma heldur en í myndavilum, en það borgar sig yfirleitt að nota hljóðnema. Það er til alls konar hljóðnemar eins og ég er svolítið búin að sýna ykkur. Þeir hafa allir sína kost og sína galla. Við þurfum að koma hljóðnemanum eins nálægt viðfangsefninu og hægt er. Því eftir því sem hljóðnemin er nær, þeim mun betri hljóðgæði fáum við. Og við fáum líka minna af umhverfishljóðum. Því að ef hljóðnemin er langt í burtu og það er einhver umhverfishljóð, þá hverfur það sem við erum að segja eða það sem við erum að taka upp svolítið í umhverfishljóðin. Leið og hljóðnemin er komið nálægt mér, þá er það sem ég er að segja aðalatrið og hitt er í bakgrunninum. Þannig að við þurfum að hafa hljóðneman eins nálægt og við getum. Hann má alveg vera í mynd stundum. Stundum viljum við ekki hafa hann í mynd. En þá er hann eins stutt hérna einhvers staðar fyrir utan, fyrir ofan eða einhvers staðar, eins stutt frá og hægt er. Hann er bara rétt fyrir utan ramman. Númer 3, að það er að passa upp á hljóðvistina. Passa upp á umhverfishljóðin, reyna að útiloka þau eins og hægt er, slökkva á hlutum sem gefa frá sér hávaða, rétt á meðan við erum að taka upp. Ég til dæmis var að slökkva á uppþvottavélinni til að geta tekið þetta upp. Passa líka upp á hljóðvist, bergmál og annað, reyna að velja umhverfi það sem er lítið bergmál eða reyna þá að gera eitthvað til þess að minnka bergmálið. Þannig þetta er alltaf spurningum hvað við getum gert, það er misjafnt, en við getum haft þetta í huga. Síðan þurfum við að kunna á hljóðnemana sem við erum að nota. Þegar við erum að nota hljóðnema þá hafa þeir sína kost og sína galla. Við þurfum að þekkja það svolítið þannig að vera ekki að reyna að framkvæma hluti sem hljóðneminn bara getur ekki framkvæmt. Við getum ekkert alltaf valið úr einhverjum mörgum hljóðnemum, en með því að þekkja styrkleika þeirra þá getum við nýtt þá en reynda að sníða framhjá veikleikunum. Við þurfum líka að vita hvort þeir þurfa rafmagn, hvernig snúrur þeir þurfa, hvernig þeir eiga að snúa. Við tölum í framendan og sumum þeirra, í hliðin og öðrum. Þetta þurfum við að kynna okkur. Ef við erum að nota hljóðnema, hvernig virkar þessi hljóðnemi og gera pröfur. Erum við að gera rétt? Síðan, númer 5, það er að hlusta á hljóðið. Bæði á meðan við tökum upp, taka pröfur, vera vissum að við séum að taka upp hljóð og að það sé í eins góðu lagi og hægt er. Síðan þegar við erum búin að taka upp hljóðið og jafnvel búin að klippa, hvort sem við ætlum að vinna hljóðið eitthvað eða ekki, þegar myndbandið okkar er tilbúið, þá þurfum við að hlusta á hljóðið. Og hlusta á hljóðið á fleiri en einn hátt, til dæmis í bæði hátölurum og með heyrnartólum. Og helst að nota góða hátalar og góð heyrnartól, ekki ódýra heyrnartól eða hátalar í fartölvu. Það skefur okkur ekki rétt að mynda því hvernig hljóðið hljómar. Og eftir því sem við hlustum á þetta á fleiri vegu og í betri tækjum, þá getum við verið vissum að það er ekkert engin óhljóð eða leiðinda hljóð í upptökun okkar sem við tökum ekki eftir. Því lélegum græjum eða lélegum hátölurum eða heyrnartólum að þá heyrum við ekki endilega þegar hljóðið er ekki gott.
Við getum unnið hljóð eins og bara ljósmyndir eða vídeó, breytt pínu. Það eru alls konar effektar eins og að taka út bakgrunnshljóð, minnka bergmál, minnka svona S-hljóð og alls konar sem við búum til. Við getum líka hækkað og lækkað hljóðið, beitt á það tónjafnara, svona hækkað og lækkað ákveðin tíðnisvið, tekið út kannski hæstu og lægstu tíðnisviðin sem er ekki hlut af tali yfirleitt en gæti verið hlut af einhverju hissi eða suði einhvers staðar í kringum okkur. En þetta gerir aldrei vonda upptöku góða. Það sem þetta gerir er að bæta upptökuna. Þannig að ef hún er vond þá verður hún skárri, ef hún er góð þá verður hún mjög góð ef við gerum þetta. Gallinn við að vinna hljóð á þennan hátt er að hljóðið getur orðið gerfilegt ef við gerum of mikið af þessu. Þannig að ég nota yfirleitt sem minnst af þessu, ég nota yfirleitt tónjafnaran aðeins en ég sleppi yfirleitt flestum af hínum atriðunum. En það fer svolítið eftir hvernig röddin okkar er eða röddin á þeim sem er að tala, hvort við þurfum að beita einhver af hínu og hvort það er í alvöru að hjálpa eða ekki. Þannig að hljóð er ofboðslega mikilvægt og sérstaklega þegar maður er að gera myndbönd eins og ég er að gera það sem ég er að tala og útskýra, að þá er eins gott að þið heyrið hvað ég er að segja. Þegar við tökum upp myndbönd þá skiptir heilmiklu máli að myndin sé ekki hreyfð. Það skiptir máli hvernig við höldum á myndavélinni. Það er vonlaust að ætla að taka vídeó eitthvað og halda svona. Það er að halda með báðum höndum, nota skrokkinn svolítið. Það getur verið gott að beita olnbogunum hérna að sér til þess að fá betri stuðning. Og í raun er auðveldara að halda myndavél stöðugri sem er þung. Þannig að það getur borgað sig að vera með eitthvað aukadót utan á. Bara eins og ég þekki það maður er með síma, þeir sveiflast eins og ég veit ekki hvað. Það er auðveldara að halda svona stórri og stöðugri myndavél kjurri. Síðan getur verið gott þó að svona axlabönd séu nú oft til óþurftar og þvælist fyrir manni og ég er ekkert alltaf með þetta á, að þá getur verið gott að nota þetta sem svona þriðja kontaktpunktinn, halda þessu strekktu svona og þá er ég með 1, 2 og þetta er þá þriðji kontaktpunkturinn. Alveg eins og ég er svolítið, ef ég er að nota olnbogana þá er ég að búa til auka kontaktpunkt þar. Síðan get ég nota þrífætur og þrífætur eru svona í grunninn af tveimur gerðum. Það er það sem við myndum kalla ljósmyndaþrífætur eins og þessi sem er þá yfirleitt með kúluhaus og þeir hafa sína kosti og sína galla. Það er fínt ef ég er að taka vídeó sem eru bara þessi myndavélin er kjur, þá er þessi góður. Ég get halla myndavélin á alla vegu en vandamálið er að þegar ég byrja að fylgja einhverju eftir þá er myndavélin öll á fleygiferð. Ég get ekki gert það nema þá að stilla hausinn alveg flatan. Þá er hægt að snúa þessu hér en það er mjög erfitt í það er ég að gera algjörlega með fótunum. Að stilla honum alveg láréttum. Þá getur verið betra að nota svona þrífót. Þetta er svona vídeóþrífótur. Og hér er ég með, ég get hert á þessu þá er þetta fast eða losa þá get ég snúið. Og sjáðu, hér er þessi hreyfing. Þetta er að vísu ekki sérstaklega dýr eða góður svona þrífótur, það vantar að geta stillt þetta. Ég þarf að nota fæturna hérna. En hérna er ég með stöng. Þannig að það er auðveldar að snúa þessu annarkvort að fara svona eða á ská og það er smá fyrirstaða. Jú, ég get svolítið stillt hvað þetta er stíft. Góðir vídeóþrífætur eru með vökvakerfi þannig að það er aldrei rosa létt að hreyfa þá en ekki rosa þungt og í sumum get ég stillt þetta þannig að þá fæ ég svona jafna hreyfingu. Þannig að það eru kostir og gallar við þrífætur. Eina ráðið sem ég ætla að gefa ykkur er ekki kaupa plastþrífætur. Hafið þið slitfletina og festingarnar úr einhvers konar málmi. Því að plast það harðnar og verður stökkt með árunum. Þannig að
þrífætur ekki hlutur sem maður að kaupa á hverjum degi. Við getum notað og ég búin að eiga þessa báða þennan í meira en 10 ár og þennan í að verða 10 ár og þeir eru alveg eins og nýr. Það ekkert að þeim og ég ekki að fara, ef ég þarf að kaupa með nýja þá það út af einhverju sem ég vil bæta við, ekki af því að þessir séu eitthvað bilaðir. Svona þrífætur, þeir bila ekki svo glatt og meira að segja ef maður kaupir góða þrífætur þá auðvelt að láta gera við þá, að fá í þá varahluti. Og góður þrífótur, þó hann kosti einhver örfáa 20.000, hvað það á ári ef við erum búin að nota hann í kannski 20-30 ár? Það ekki stóra tölur. Þannig að það borgar sig að kaupa sér frekar góðan þrífót í staðin fyrir að vera alltaf að kaupa sér ódýran. Vera þá einhvern veginn hálfpartinn alltaf með hálf ónýtt verkfæri í höndunum sem svo að bila þegar við þurfum mest á því að halda. Þá erum við komin á enda með þetta námskeið. Nú boltinn svolítið á ykkur. Til þess að ná árangri þá þarf maður að leggja vinnu og tíma í hlutina. Vera duglegur að fikta, gera mistök, maður lærir mest á því. Skoða hvað aðrir eru að gera, finna myndbönd á netinu. Skoða myndbönd og pæli hvernig ætli þetta sé gert, get ég gert eitthvað svipað. Og í raun eyða bara sem mestum tíma í að fikta sig áfram og læra meira. Ekki endilega eyða peningunum eða tímanum í að spá í nýjum græjum eða frekar tímanum í að læra meira. Það má til gamans geta þess að það engin myndavél vond. Það eru til myndavélar sem að henta ekki í ákveðna hluti, henta kannski ekki fyrir mig en gætu henta fyrir þig og öfugt. Þannig að myndavélar eru flestar hverjar ágætar. En í lokin ætla ég að sýna ykkur stutt timelapse-vídeó sem ég tók upp á meðan ég var að taka upp hluta af þessu námskeiði. Þetta svona 3 tímar af vinnu sem þið sjáuð þjóta framjá á innan við mínútu. Þannig að þá sjáuð þið stundum að þetta þegar maður ætlar að gera hlutina vel þá kostar það stundum vinnu. En það líka skemmtilegra að leggja vinnu í hlutin og gera þá betur í staðinn fyrir að gera þetta bara einhvern veginn.